Já, við erum stödd í unglingadeild Heiðaskóla í lok þemaviku loftslagsbreytingar. Við ætlum að fara rúnt og skoða verkefni sem að nemendur hafa verið að vinna, full kláruð og fá þau til að segja okkur aðeins frá þeim. Góða skemmtun. Hér komum við strax að 4 drengjum sem að gerðu ansi áhugaverða tilraun og komu með áhugaverða kenningu fram hérna strax snemma í vikunni og prófuðu hana. Byrjum kannski að fá að heyra hérna frá okkur, hvaða tilgátu settu þið fram? Hvað var það sem að þið ætluðu að kanna? Gá hvort ef við myndum frjósa vatn, hvort það myndi þiðna og minnka. Já, semst hvort að rúmmálið þess myndi minnka við að frjósa og þiðna aftur. Já. Og þið gerðu tilraun, í hverju fólst hún? Að frjósa vatnið og láta þiðna aftur og það gekk. Ok, og ég ætla að færa mig hérna yfir og það sem gerðist sem sagt var studdi það ykkar tilgátu? Já, það gufaði upp hluti af vatninu. Ok, ég sé hérna fötu með grænu vatni, hvað er að frétta þessu? Þetta er svo að sjá þess betur í gegnina. Já, þannig að, já, ég skil, ok, og þannig að, en hérna fyrir aftan ykkur sá ég, hér erum við með töflu, myndin sem var hinum megin, er hún komin í felur? Já, ok. Getum við eitthvað svona skoðað, hvað er að sjá hérna? Við erum að sjá hvernig þetta átt að virka. Þegar flóðið kemur þá ætti þetta að fara upp í 17 metra á mestalagi og sjá hversu mikið þetta ætti að lækka. Já, ég skil. Ok, hér eru menn sem hafa prófuð hinn vísindilegu vinnubrögð, settu fram tilgátu og prófuðu og þetta var virkilega gaman að fylgjast með þessu í vikunni. En eitt kannski að lokum, strákar, hérna, voruð þið sammála allan tíman? Nei. Þannig er það. Já, hér eru við að skoða annað verkefni. Hér eru þau Reyna og Klara, þau ákváðu að kanna hverjar afleiðingar loftslagsbreytinga myndu vera á 2 stöðum í heiminum, annars vegar á Íslandi og hins vegar í Afríku. Og þau veltu fyrir sér sem sagt bæði hvað gerist ef að loftslag hlýnar mjög mikið, eins ef að loftslag kólnar mjög mikið. Og í rauninni óháð því hverju loftslagsbreytingarnar eru. Já, herru, hér er ég búinn að finna verkefni hjá Maríu Björk og Gabriel Tandrað sem að, og við sjáum hérna fyrir aftan mig, þau útbyggu vefsíðu, en það er ekki allt, er það? Hei, takk fyrir. En það er ekki allt. Vefsíðan er ekki í rauninni allt verkefnið? Nei, það maður getur hérna skannað QR-kóðan til þess að fá verkefni í sinn síma og getur smellt á síðuna og skrifað sitt og svo getur hérna skoðað bækur og svona. Bækur, sem sagt, er þetta bara venjulega bækur eða þið gerðu rafbók á það ekki? Jú, en við töluðum ekki um það. Er þessi vefsíða sem þið byggu til, er hún opin öllum? Já. Já, farið inn. Okay. En segjum bara sem svo núna að þetta er lifandi vefsíða, það ekki? Ef að mig langar að bæta einhver inn á hana, þá get ég gert það? Já, bara ef að þér finnst þið vantar eitthvað, þá getur þú bara smellt á síðuna og skrifað. Það er mjög sniðugt. Hvernig fannst ykkur að vinna þetta? Var þetta áhugavert verkefni? Já, bara mjög skemmtilegt verkefni. Takk kærlega fyrir það, María. Og endilega kíkja á hérna þessa Padlet-síðu. Nú erum við komin til Siggu, Pálínu og Veróniku. Þær unnu saman að verkefni og það komast að hvað það var. Hvað var það sem þið byggu til í þessari viku? Smákökurnar eru mjög góðar. Og bæklingarnir eru flottir. Hvað fjalliði í þessum bæklingum? Afleiðingar loftslagsbreytingu. Fannst ykkur áhugavert að fjalla loftslagsbreytingar í svona þemaviku? Já, mjög áhugavert. Og verður þessi bæklingur fáanlegur hérna eftir að vikunni er lokið? Nú eru þið með nokkur eintök hérna. Ætlið þið ekki að láta þetta liggja frammi svona eitthvað áfram? Já, kannski. Við þökkum þeim frábæra móttökur hérna og kökurnar eru virkilega góðar og bæklingurinn flottur. Takk fyrir.
Hér erum við komin að borði sem að trekkir verulega að og hvað skildi það nú vera sem að trekkir svona að hérna, við viljum ekki láta sjá sig, en hvað eru þið búin að vera að skoða hérna á borðinu hérna? Ísbirni. Er það sem er svona spennandi, fallega myndir af ísbjörnum? Já. Mjög spennandi. Ekki mjög spennandi. Mér finnst þetta mjög spennandi, hérna, ef ég næði hérna að draga forsprakka hópsins, Bjarka, hérna, fram í dagsljósið, ef að þið myndu aðeins gefa okkur smá plásið það, þið voruð að fjalla ísbirni og hvað þá helst varðandi ísbirni? Hvað myndi gerast, þú veist, ef loftslagsbreytingar breytingar myndu verða svona að veruleika og hvað eru margir eftir og hvað þeir fjölgað og fækkað og Ok, hérna, en hvað kom í ljós til dæmis varðandi nú oft talað að ísbirnir séu að deyja út og þeir séu í mesta vandanum og hefur verið svona holdgerfingur loftslagsbreytinganna. Hverju komist að með fjölda ísbjarna? Hvernig hefur hann þróast, segjum frá 1950? Þeim hefur fjölgað 20-25.000. Þeir voru það bil 5.000 þegar 1950 eftir að við voru friðar. Það er mjög áhugavert og þetta er flott verkefni hjá okkur, bara takk hérlega fyrir spjalli. Já, hvað segirðu? Ísbirnir búa á köldu svæði. Hárrétt hjá þér, en hvað gerist ef það verður heitt hjá þeim? Þá verða þeir orðnir heitir. Þá verða þeir orðnir bránaðir. Takk fyrir það. Get ég fengið vatnssopa? Já, þú mátt það. Þetta er best jöklavatn beint úr krananum. Þetta er jöklavatn? Beint úr krananum. Bráðnun ísins er ekki alls slæm þá þetta er saman. En segið mér, hvað hérna fengust þið við í þessari viku hér? Við vorum að einblína á loftslagsbreytingar á Íslandi. Og áhrif sem að loftslagsbreytingar hafa á Íslandi? Já. Já, gefum okkur það núna að eins og loftslag því er haldið fram allavega að loftslag sé að hitna í heiminu. Hvað gerist, segjum bara sem svo að skoðið eitthvað, hvað gerist ef að sjávarborð hækkar? Þá fara borgirnar í kaf, þeir sem eru nálægt sjónum og höfuðborgarsvæðið og Siglufjörður og Akureyri, það eru mjög mikil hættu. En hvað, segjum bara sem svo að það myndi nú kólna snögglega á Íslandi, hvað áhrif geti það? Það gæti til dæmis leitt af sér að hafísinn gæti náð til Íslands sem að gerir siglingar og veiðar afskaplega erfiðar. Það gæti ekki hagnast á fiskveiðum lengur. Akkurat, takk kærlega fyrir það. Hérna eitt sem ég sé hérna, það er svona myndir, svona, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta hérna á skjánum. Það er svona kassalaga punta myndir eitthvað. Hvað er að frétta þessu? Þetta eru QR-kóðar sem eru basically bara linkar sem að teka mynd af. Þannig að ef ég tek mynd á síma minna þá gerist hvað? Þá opnast bara vefsíðan sem Það þarf að vera með sérstakann QR-skannara. Það er mjög áhugavert, þannig að ég get fengið svona viðbótar upplýsingar við plakatið. Tökum bara mynd af þessu, þá bara áttu mynd af QR-kóða. Já, ég meina, já, það er rétt. Herru, takk hérlega fyrir spjallið og ég ætla ekki að trufla ykkur meira núna. Hér getum við séð afrakstur vinnu eins hópsins sem að tók að mér sýnist sér til og teiknaði línuritt yfir hitabreytingar og hitafrávik undanfarin 2000 ár, réttur rúmlega. Hér er Ólafur Þór kominn hérna. Ólafur Þór, þú ætlar að segja mér aðeins frá ykkar verkefni. Hvað erum við að horfa á hérna? Já, hér erum við með hitaskala frá árinu 0 og allaleg þarf í 2100 sem er hérna á hinu blaðinu. Og hérna byrjar þetta og hérna og svo kemur kuldaskið og svona, svo gengur upp og niður. Hvað erum við að sjá hérna? Hérna erum við að tala um þegar að þetta er hlýnundaskeið miðalda, það sem var heitast og hérna fara menn að fara til Íslands til dæmis og fara að dreifast út Evrópu. Eitt sem mér langar að spyrja því, svona til þess að þetta gerist hérna kannski fyrir eitt rúmum 1000 árum síðan, að þessi hitatoppur er hérna. Hversu hlýtt er hér miðað við til dæmis bara daginn í dag? Það er
svipað heitt í dag og er þarna. Þannig að það hefur hitnað svona áður. Já. Svo kólnaði bara aftur niður og kom litla ísöldin. Litla ísöldin, já. Hér erum við að tala í kringum 1600 er bara fimbulkuldi í... Já. En hin myndin, ef við færum okkur aðeins hérna yfir, hér erum við með hitaþróun frá 850 sé ég til dagsins í dag og svo hvað kemur síðan í framhaldinu? Hér koma tölvur að spá fyrir hita og hitabreytingum í framtíðinni og hér eru nokkrar, tölvur búin að spá og svo spáum við hérna. Benni spáir því að það mun rjúka upp hitinn eins og tölvunar en ég og Hrönn viljum meina að hann mun ganga bara eins og þarna, eins og þessari mynd. Já, ég heyri að þarna hefur klofnað hópurinn og þess vegna viljum við kannski fá að heyra hérna frá Benna sem er á öndurðu með. Benni, komdu hérna. Þú spáir töluvert mikilli hlýnun en síðan snöggri lækkun kringum 2090. Hvernig getur rökstutt þá spá? Sko, ég meina með því að þeirra spá er meira svona, eins og ég segi, náttúru svona spá. Að þetta sé náttúrulegum orsökum? Já, og mín er samt svona frekar svona að mönnum. Þannig að, þú veist, kannski er það að hugsa um þetta, að fara að lækka, en svo hætta þær kannski að hugsa um þetta, og það er þetta ennþá hækka, þeir ekkert ennþá að spá. Og ég segi, cirka 2085, segi ég, að loksins myndi koma hápunktur, hitastig, að þá loksins fara að gera eitthvað í þessu og þá held ég myndi lækka 2 gráður fyrir 2100. Þá er einmitt spurning hvort það verður of seint. En Hrönn, ég sé að ykkar spá er aðeins hófsamari. Af hverju eru við samt að sjá svona margar mismunandi og ólíkar línur eftir 2015? Hvernig stendur það að línan heldur ekki bara ein áfram? Það, Eru menn ekki sammála almennt hvað gerist? Nei, það er mikið verið í gangi. Það eru 3 línur frá spámönnum. Gula, græna og bláa er allt spámenn. Við gerum 2 línur okkar, en það er engin sammála. Nei, akkurat, og það er ýmislegt sem getur haft áhrif á. En hvað finnst ykkur svona, ef ég má spyrja, standa upp úr í þessari vinnu? Hvað fannst ykkur áhugaverðast þegar þið voruð að skoða þetta allt saman? Bara, hvað hitastigið er sko mjög lágt í dag fram við hvað það á að vera, segja þeir. Ég var mest hissa yfir því hvað hitastigið er lágt í dag með hvað aðrir eru að gera mikið drama úr í hvað er orðið í dag. Já, bara það sem Hrönn sagði og líka hvernig það hefur breyst í gegnum tíðina. Já, akkurat, og Benni? Við erum öll sammála með því að árið 2050 mun allavega hitinn hækka upp 1,5 gráður allavega til 2050. Það er sannarlega úr vöndu að ráða og við vitum sjálfsagt ekkert okkar raunverulega hvað gerist en við kannski hittumst aftur 2050 til að sjá hvernig staðan er og hver hafði rétt fyrir sér. Takk. Það er augljóst að hér hefur farið fram gríðarlega metnaðarfull og kraftmikil vinna og mörg áhugaverð og ólík verkefni spunnust út úr þessari vinnu og við þökkum þeim sem horfðu, við þökkum þeim sem kíktu í heimsókn og bara þangað til næst. Það heiti ég Örvar.